Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Komið sæl, Suðurnesja Magasín í þessari viku helgað einu málefni, manni ársins 2018 á Suðurnesjum. Hann vakti athygli á landsvísu fyrir lok síðasta árs fyrir framgöngu sína við björgunarstörf í Helguvík, þar sem hann tók þátt í björgun 15 sjómanna. Guðmundur Ragnar Magnússon, stýrimaður og sigmaður hjá Landhelgisgæslunni, Suðurnesja maður ársins 2018. Hann fæddur og uppalinn í Garði en býr með fjölskyldu sinni í Keflavík. Útsendarar Víkurfrétta tóku hús á Guðmundi og samstarfsfólki hans hjá Landhelgisgæslunni og fóru með honum á björgunaræfingu á Staksfirði síðustu helgi. Í næstum 3 áratugi hafa Víkurfrétti staðið fyrir vali á manni ársins á Suðurnesjum. Fyrstur til að hljóta viðurkenninguna var útgerðarmaðurinn Dagbjartur Einarsson úr Grindavík. Síðan þá hefur viðurkenningin verið veitt bæði konum og körlum fyrir margvísleg störf eða afrek. Að þessu sinni það Guðmundur Ragnar Magnússon, stýrimaður og sigmaður hjá Landhelgisgæslunni sem hlaut viðurkenningu Víkurfrétta sem nú veitt í 29. sinn. Útsendarar Víkurfrétta reynda að koma Guðmundi á óvart þegar hann var nýkominn á vakt hjá flugdeild Landhelgisgæslunnar. Guðmundur var þó ekki alveg grunnlaus. Jú, mig grunaði og grunaði núna í nokkra daga sko. Þegar hann áskiljaði sambandið meðan ég var erlendis. Ég var búinn að beða hann að hafa algjör hljóð. Já, hann var eitthvað forvittnasti hvenær ég kæmi heim. Það var strax að klinga einhverja bjöllur sko. Heyrðu, en staðan þessi að Guðmundur Ragnar Magnússon, stýrimaður og sigmaður hjá Landhelgisgæslunni, maður ársins 2018 á Suðurnesjum að mati Víkurfrétta. Það málið, þess vegna erum við hér. Og við erum ekki alveg farnir sko, þannig að við erum að okkur þótti þetta að vera og okkar sérfræðingum vera afrek ársins. Þú stærstan þátt í því og félagar þínir að sjálfsögðu eiga þátt í því, en þú færið þessa viðurkenningu sem við erum búin að vera að veita núna árlega í nokkuð langan tíma og við óskum bara til hamingju. Takk kærlega fyrir það. Og hér eru blómin, þú getur farið með heim. Já. Og svo ætlum við kannski að fá að fljúga eitthvað smá með þér á eftir. Hvernig líst þér á það? Það líst bara að fá fréttamenn með þér? Það gaman. Það ekki? Ég gaman. Já, Guðmundur Ragnar var í mikilvægu hlutverki við björgun 15 manna úr ströndu flutningaskipi í byrjun nóvember í fyrra. Það var hlutverk Guðmundar að síga niður í skipið, stjórna aðgerðum þar og koma öllum 15 skipbrotsmönnum heilum upp í þyrluna. Guðmundur Ragnar slasaðist við björgunar aðgerðina en lét það ekki stoppa sig og lauk krefjandi verkefni í samstarfi við félaga sína í áhöfn þyrlunar. Já, við erum á æfingu á TF Líf á Staksfirði með varskipinu Tím og við ætlum að byrja því að taka 4 standarda að því við erum með 2 pör, 2 lækna og 2 stýrimenn. Þegar við hittum mann ársins liðina helgi þá var hann að fara í sitt fyrsta flug með þyrlu Landhelgisgæslunnar frá því hann tók þátt í björgunar aðgerðinni í Helguvík. Núna var stefnan sett á Staksfjörðinn þar sem æfðar yrðu hífingar úr varskipi. Það kom að þessu, við erum að fara að bjarga fólki hérna út í Staksfjörði með okkar manni ársins á Suðurnesjum. Óvenju fjölmenn áhöfn á TF Líf þennan dag. Auk flugstjóra og flugmanns þá voru spilmaður, 2 læknar og sigmennirnir voru einnig 2. Tilgangur æfingarinnar var meðal annars að þjálfa nýja þyrlulækna en einnig að æfa hífingar úr skipi og úr sjó. Áhafnir á þyrlum Landhelgisgæslunnar æfa sömu hlutina aftur og aftur og eru þrautþjálfaðar við fjölbreyttar aðstæður. Hvað segir Guðmundur viðurkenninguna að hann sé maður ársins 2018 á Suðurnesjum? Ég spyr eins og við spyrum fegurðardrottningarnar, hvernig tilfinningi vera maður ársins?
Hún mjög góð. Þetta mikil heiður að hafa lent inn á þessum lista. Það var einu góða lista. Já. Ég er mjög ánægður með þetta. Ef við tökum stuttu upprifjun frá þessu atviki eða þessari nótt þarna þegar þetta gerist. Já. Og þú meiðist og annað og við vorum svo búin að spyrja aðeins út í það, en hvernig svona þegar þú horfir tilbaka, hvernig tilfinningin hafa lent í þessu, þú veist, ykkur finnst þetta ekki að vera neitt mál en svo meiðistu og það hefði geta gerst eitthvað verra? Já, við, jú, það voru þessi hnökrar á þessu verkefni en þetta gekk vel, svo leiðis, við björgum öllum og þannig að ég veit ekki hvort það hefði verið hægt að gera einhvern veginn öðruvísi, þetta bara gerðist. Já. Við hefum ekki breytt neinu hjá okkur í okkar þjálfun eða neitt í sambandi við þetta, sko. Datt þér í hug í einu sekundu að þú verður að bakka út úr þessu af því að þú meiddir þarna? Alls ekki. Alls ekki, nei? Aldrei. Það bara, við leggjum ekki upp með það þegar við erum að standa í þessu, sko. Og ég vissi það að það var ekkert lífshættulegt af mér. Nei. Og þannig að það er bara að klára þetta. Já. Og þetta gekk í raun ótrúlega vel? Já, alveg bara miðað við allt saman, sko. Bara þá gerði það og ef við miðum bara við aðra bjargina sem við farið í, þá bara var þetta bara alveg á pari við þær, hvað tímalega var þar og allt annað. Og þetta þið í rauninni að æfa, eins og við förum með ykkur núna á æfingu, þið að gera svipaða hluti. Já, við æfum að... Þið þjálfið ykkur í þessu? Algjörlega, það er það sem við erum alltaf að gera, við erum alltaf að æfa fyrir stóru leikinn, sko. Það skipahífingar eru hættulegar, sérstaklega ef skip hreyfist mikið og vont viður. Og við æfum alltaf sömu hlutina aftur og aftur og þetta allt fast í verkferlum, þannig að við erum alltaf að þessu. Við ræddum einnig við Guðmund eftir björgunaraðgerðinni í Helguvík í nóvember og þá fengum við hann til að segja okkur frá starfi sigmannsins. Þegar við erum á vakt þá er það nú eiginlega bara þannig að við æfum einu svona dag og það náttúrulega krefst undirbúnings. Við þurfum að finna það sem þarf að æfa og það þarf að undirbúa það. Og svo náttúrulega förum við í æfinguna og gerum það og það er náttúrulega mismunandi sem við æfum. Við æfum að bjarga á fjöllum, bjarga úr sjó, úr björgunarbátum og skipum. Og þetta gerum við bara aftur og aftur eins oft og þarf. Menn þurfa að vera svolítið geggjaðir til þess að láta sig húrra út úr þyrlunni við mjög erfiðar aðstæður. Nei, ég hugsa ekki, sko. Ég held að menn þurfi frekar að vera svona jarðbundnari. Þetta er ekkert endilega starf fyrir þá sem eru miklu spennufíklar af því að það er afskaplega sjaldan að það sé mikil spenna í gangi. Og það sem kann að líta út fyrir að vera mjög spennandi og svona spontant kannski fyrir aðra, þetta er allt saman mjög kontrólerað og aðstæður við erum alltaf að vinna í verkferlum og það er allt samkvæmt bókinni, sko. Nú ímyndum með sér, þið æfið daglega, en svo þegar að koma upp þessar raunverulegu aðstæður eins og núna á föstudagskvöldið, þetta er samt einhvern veginn allt öðruvísi heldur en það sem þið að gera á æfingum, þegar að raunveruleikinn blasir við. Já og nei. Það er náttúrulega auðvitað þarna ráðum við ekki aðstæðanum. Á æfingunum ráðum við hvernig aðstæðanar eru og við getum hætt þegar við viljum. En í alvörunni þá er allt öðruvísi og eins og ég sagði þá erum við alltaf að vinna í verkferlum. En það sem getur gerst að það getur komið upp atvik í útköllum sem rjúfa keðjuna eins og til dæmis ef maður slasa sig þá einmitt á æfingu þá er æfingunni bara sjálf hætt en það þarf í alvörunni þá verður að annarkvort að klára verkefnið eða þá að fá einhvern annan í það. Hvernig ert þú að undirbúa þig sem núna kemur útkallið á ykkur og þið eru komin í Helguvík hálftíma síðar? Já. Hvernig ert þú að undirbúa þig á leiðinni? Á leiðinni er ég aðalega undirbúa mig með því að bara safna upplýsingum af vettvangi. Við fáum upplýsingar af vettvangi fyrst í gegnum stjórnstöðun okkar sem er í sambandi við vettvang og síðan þegar við erum sjálfur lagðar af stað þá erum við í beinu sambandi við vettvang og þá erum við að safna upplýsingum um veður, hvernig skipið liggur og í þessu tilfelli þá vissum við ekki hvernig skipið leit út einu sinni en oft erum við búnir að veða okkur út um þær upplýsingar og svo bara maður
bara hugsar sína þjálfun og verkefnið og bara, já, undirbúa sig fyrir það, þannig. Þetta risastórt verkefni, vitandi af 15 mönnum sem þarf að, í þessu tilfelli, hífa upp í þyrluna. Já, það er mjög stórt verkefni. Mjög sjaldgæft að við þurfum að fara í svona stórar bjarganir. Flestum tilfellin þegar við erum að hífa skipin þá erum við bara að hífa einn og hann er þá yfirleitt slasaður eða eitthvað þannig. En þarna var bara lífbjörg eða mannbjörg, að ná þessum mönnum frá skipinu og við erum svona að sjá fyrir okkur alls konar sviðsmyndir í því, hvort við þurfum að taka bara helminginn á áhöfninni og fara síðan og skila þeim og sækja síðan hina eða hvort við getum tekið alla í einu og þetta er bara, já, svona fer undirbúningunum fram bara. Í þessu tilviki þá voru aðstæður svolítið erfiðar, ykkur gekk ekkert mjög auðveldlega að tengja saman þyrlu og skip? Það gekk svona smá brösulega fyrst, það var mjög hvasst og það þurfti, og þeir áttuðu sig ekki alveg á því hvernig átt að taka á móti tengilínunni sem síðan er fest við vírinn. En við, það var íslenskur lóðs um borð, við töluðum við hann og hann kom þeim upplýsingum áleiðis til áhafnarinnar og þá gekk það í sjálfu sér ágætlega. Þá bara var enginn að taka á móti til að byrja með, en það leystist mjög fljótt. Þegar þú kemur um borð, það er svolítið harkaleg lending? Jú, það sem gerist þarna var að það var mikil hreyfing á skipinu og hreyfingar á skipi sem er svona upp í fjöru eru svolítið ódregnanlegar. Hreyfingar á skipi út á sjó að sjá fyrir ölduna hvernig þetta kemur og það sem gerist er bara að ég kem bara of hratt inn, hvort sem það er skipi sem er að koma á móti eða einhver aðrar ástæður. Líklega var það bara skipi sem kom upp á móti mér og ég næ bara ekki að fóta mig og ég fell þarna á box sem er á brúðaþakinu og já, það var bara, fekk það inn í síðuna, það var mjög sárt. Þú strax áttaði á því að það var eitthvað alvarlegt sem hefði gerst? Já, alvarlegt, ég fattaði að það hefði sennilega brotnað eða brákast eitthvað og þá líklega ripin ég fann það alveg, ég andaði djúpt að hvað var að gerast. En lóðsinn, hann var þannig upp á brúðaþakinu og hann sá líka hvað hefði gerst og aðstofaði með hann á lappir og kann hann mikla þakki fyrir það. En síðan í framhaldi af því þá fór hann niður inn í brú og það var þægilegt fyrir okkur á þyrlunni að vera í fjarskiptum við hann af því að það er erfitt fyrir okkur að tala við útlendingana. Voru menn bara kallaðir upp einn og eftir öðrum eða hvernig fer þetta fram? Nei, við fengum alla til að koma upp á brúðaþak og vera þar og svo virkar það þannig að ég bara stjórna því hverjir fara. Þegar sigmaðurinn komur í borð þá tekur hann bara stjórn á vettvangi og bara gefur fyrirmæli og sýnir hvernig á að gera hlutina. Og hvað, fer einn maður upp í einu? Við hefðum 2 í einu, alltaf. Það er bara til þess að vera fljótari og það gekk bara vel. Menn voru náttúrulega, þeir voru svolítið hræddir mennir. Náttúrulega skeldir, þeir hafa aldrei verið í þessar aðstæðum áður og bara hugsanlega flestir að fara upp í þyrlu í fyrsta skipti og við, erfiðar aðstæður þarna. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl aftur, við ætlum að halda áfram að ræða við mann ársins á Suðurnesjum 2018. Hann hefur oft lent í erfiðum aðstæðum í starfi sínu sem sigmaður. Heyrum aftur í Guðmundi.
Hefurðu lent í erfiðari aðstæðum heldur en þú gerði þarna í Helguvík við Björgun á Fjörðavík? Já. Og hefur lent í erfiðari? Já. Meiri veltingur og verra skyggni fyrir flugmennina og alveg þurfti að hanga við hliðina á skipi alveg í 85 mínútur að bíða til að sæta færi að komast um borð en gekk áfallalaust. Verður einhvern veginn hræddur? Aldrei. Aldrei? Aldrei kalt, aldrei hræddur. Það er bara mótavið. Er það ekki ansi mikill kostur og styrkur fyrir starfsmann landhelgisgæslunnar eins og þig? Jú. Í þessari vinnu? Í þessari vinnu. Ég veit ekki, kannski verður maður hræddur einhvers staðar undir meðvitund en maður lætur það ekki ná tökum á sig. Aldrei. Eins og þarna í Helguvík sástu strax að þetta myndi alveg bara ganga smurt. Fékkstu það á tilfinningu? Já. Þegar við vorum að koma að þarna og við vorum að horfa niður á þetta þá leist okkur þannig á þetta að þetta væri bara vel gerlegt og við þess vegna héldum áfram með þetta. Ef við höfum haldið þetta yrði eitthvað tvísýnt þá höfðum við kannski skoðað einhverja aðra leiðir að gera þetta einhvern veginn öðruvísi en við bara gerðum þetta eins og við æfum þetta og virkaði. Björgun á 15 mönnum í Helguvík í nóvember var stórt verkefni en Guðmundur hefur áður komið að björgun jafnmargra sjómanna. Það var þegar eldur kom upp í flutningaskipinu Fernanda undan suðurströndinni en skipið var á leið til Sandgerðis. Þar var mannbjörg en skipið eyðilagðist í brunanum og var að lokum rifið í Helguvík. Gummi, eru ykkur verkefni erfiðar en önnur? Já, náttúrulega við þurfum að aðstoða við sjúkraflutninga á landi og förum mikið í útköll þar sem það slys orðið og bílslys og já, bara slys út allt. Og náttúrulega ef börn eiga hlutamáli þá tekur það meira á en annað. En við fáum góða aðstoð til að takast á við það og þannig að það er kannski aðalega andlega í þáttinn sem er. Þurfum við að þjálfa eða huga af andlega þættinum í einhvers konar kennslu eða meðferði í slíku? Já, við þurfum að gera það en þetta fer aðalega þannig fram bara sem svona félagastuðningur. Við tölum bara saman hlutina út af velli og förum yfir en okkur náttúrulega býðist aðstoð sérfræðinga ef við telum okkur þurfa á því. Samvinna er gríðarlega stórt atriði hjá ykkur í þess svona teymi sem að fer á vettvangi þyrlu. Við æfum alveg sérstaklega áhafnasamstarf og erum þjálfaðir í áhafnasamstarfi og allt sem því tengist. Og við þurfum náttúrulega, við erum 5 í áhöfn í venjulegu útkalli. Þannig að það þarf að ganga allt, það þurfa allir að þekkja sitt hlutverk og einu hlutverk hinna og þannig að svoleiðis gengur þetta upp, bara smurt. En hvernig gerðist það að þú fórst í þetta starf, sigmaður hjá Gæslunni? Hvaða menntun þarftu og annað í þetta? Sú menntun sem ég þarf skipstjórnarmenntun og ég fór þarna í stýrimannaskólann í Reykjavík og lærði til skipstjórnar og þegar ég var búinn þar þá fór ég að sigla hjá Landhelgisgæslunni. Bæði til að ná mér í siglingatíma til þess að verða stýrimaður og síðan var ég stýrimaður. Og það er sem sagt grunnurinn okkar á þyrlunum það er að segja sigmannana að vera skipstjórnarmenn á varðskipum. Ég var í 6 ár sem stýrimaður á varðskipi áður en ég kom hingað. Nú er ég búinn að vera hérna ég held að þessi 7. ári mitt, það er ekki alveg. Stemdi hugurinn í þetta? Já, allan tíma. Hvernig stendur það þig? Ég hef bara mikinn áhuga á þessum málum, björgunarmálum og öllu sem því tengist. Og ég minntist á það áður að ég er kominn að sjómönnum og þannig að þau mál sitja mér nærri og þannig að ég vill vera til staðar fyrir þá eins og reyndar allara. Þannig að þú mælir með þessu fyrir aðrar? Algjörlega. Skemmtilegt starf? Skemmtilegt og mjög gefandi og mjög fjölbreytt og það er engin dagur eins og það er ekkert útkall eins og engin æfing eins og svo náttúrulega fullt af öðrum verkefnum sem er ekkert endilega bjarganir eða neitt þannig slíkt. Við förum út allt land og sjáum landið á öllum sjónarhornum og
Þannig að það mjög gaman í okkur. Já. Aldrei dauð stund sem maður segir? Aldrei. Félagarnir Volter flugstjóri og Jóhannes flugmaður voru við stýrið á æfingunni í Stakksfirði. Við heyrðum aðeins í þeim æfinguna og spurðum einnig út í okkar mann og hvaða mann hann hefði að geyma. Volter, þetta gekk ágætlega þessi æfing? Þessi æfing gekk flott sko, það klikkar ekki. Vinna með svona góðum mönnum, þá gengur þetta allt upp. Það var samt svolítið vont veður og svona, kom svolítið snjókoma á okkur og stöðurafmagn í Vírin, þannig að það er alltaf að vinna í kringum þetta sem kemur upp. Hvað var aðalverkefni í þessari ferð? Já, aðalverkefni var sem sagt bara hífingar við skip, það var aðalega verið að þjálfa nýjan læknir sko, sem var aðalmarkmið og síðan bara þessi síþjálfun sem er alltaf á okkur, bæði flugmönnum, stýrimanni og spilmanni sko. Þannig að þetta var gert sem sagt hífingar úr skipi, hífingar úr björgunarbát í sjó og hífingar af fólki beint úr sjó sko. Já, þetta góð samvinna við skipið náttúrulega og starfsmennina þar? Já, við vinnum náttúrulega mikið af æfingum og þetta er æfing fyrir líka einingarnar okkar á sjó sko, með flugdeildinni. Og síðan æfum við líka með björgunar bátunum sem eru hérna í kringum landið reglulega og bara venjulegum fiskiskipum og Herjólfi til dæmis og Vestmannaeyjum og þess háttar sko. Verkefnin ykkar eru margvísleg? Já, verkefnin þau geta verið hvað sem er sko, það er allt sem kemur upp hjá okkur, það er aldrei, maður veit aldrei á mótnana hvað maður er að fara að gera þann daginn sko. Jóhannes, þú varst einmitt með okkar manni í Helguvík þegar þeir lentuð í þeirri björgun. Hvernig, svona, getur þú lýst því aðeins fyrir okkur? Hvernig áttuðu vonað þetta að vera svona mikið? Já, náttúrulega alltaf þegar maður heyrir strand þá maður flýtir sér alveg, maður veit hver alvarleikin er, þannig að þegar við komum, við erum ekkert að slugsa og svo sem við gerum það heldur ekkert venjulega en förum bara strax af stað og já. Og fannst þér það svona, ef þú horfir á þetta eftir á, ganga mjög vel? Þetta gekk mjög vel. Það er fyrir utan náttúrulega þegar hann dettur og meiðir sig sko og það er kannski eina sem að fór en það má búast við þegar skip er á strandi og maður veit ekki alveg hvernig hreyfingin er á skipinu sko, en annars gekk allt rosalega vel og líka bara hetjan okkar stóð upp og hélt áfram með verkið eftir slysið. Við náttúrulega reynum alltaf að klára verkið og hvernig sem fer og leysum úr þeim verkefnum úr þeim stöðum sem að kemur. Fannst þið þegar þú komst þarna á staðinn, skipi komið þarna alveg upp í og hvernig mátuðu þið aðstæðurnar þá? Var mjög alvarlegt? Já, þetta alltaf þegar skipi komið upp í stranda, það er mjög alvarleg staða, þess vegna reynum við að koma öllum mannskapnum út sem fyrst og sem að gekk allt mjög vel. Og strákur, garðmaðurinn og Keflvíkingur, hann stóð sér vel? Hann stóð sér alveg eins og hetja sem hann er. Hvernig er hann? Gummi er náttúrulega aðal í axlinn hérna í flugdeildinni sko, það er alveg klárt sko. Hann er svona töffari sko, en það er alveg gaman, hann er svo skemmtileg típa, hann er alltaf brosandi og alltaf glaður, hann gerir alltaf glaði í kringu sig, en er samt svolítið svona í axl sko. Það er mjög gaman hvað hann kemur öllum í gott skap samt í kringu sig en hann á auðvelt með að fá fólk til að hlusta á sig og fylgja sér og vinna með honum er bara mjög þægilegt sko, þetta er alveg frábær gaur sko. Það er samvinna, er hans stórt orðið í ykkar vinnu, eða ekki? Jú, við vinnum allir sem einn maður og æfum það aftur og aftur til þess að við séum eins og smurðir. Maður sér það á æfingunni núna. Þetta er svona eiginlega alltaf því eins og þetta sé, já bara, þú veist, alveg hlutur að gerast. Já, í svona æfingu þá náttúrulega reynum líkjum við bara eftir þessu eins og þetta væri gert í alvörunni. Það má aldrei koma neitt svona óvænt upp á þannig að þetta verður allt saman að vinna. Við verðum aldrei að vinna saman eins og hver maður er bara tannhjól í stórri vél sko og það er ekkert eitt tannhjól sem má híka sko. Heldur verður þetta allt að vinna saman sko og þá bara gengur þetta eins og smurt. En er það fjölskylduvænt starf, ef ég spyrði þannig? Já, allavega finnst fjölskyldunum minni það. Já. Kona mín veit alveg hvað ég geri og hvað þetta snýst og hún veit það alveg líka að
ég færi mér ekki að voða í þessu og hún væri sjálfsagt ekki ánægð með þetta ef það væri meiri líkur á því að ég kæmi ekki heim heldur en minni. Já. En restina af fjölskyldunni, svo mamma og pappi eru ánægð með þetta og það er gaman að segja frá þessu, hvað strákurinn gerir. Já. Þau hefur náttúrulega verið ægilega ánægð með þig þarna eftir Helguvíkur ævintýrið, við getum sagt það. Jú, það voru margir mjög ánægðir með mig. Já, og við höfum fundið fyrir því. Já. Það komu margar ábendingar þig og ljóst að ég held að séu mjög margir sáttu við það að þú fáir þessa nafnbót. Já, ég er mjög ánægð með þetta. Þetta er mjög skemmtilegt. Já. Þannig að hvernig, svona núna, þú þurftur ekki að taka þér smá frí eftir meiðslin, hvernig gerist það? Jú, eftir atvikið? Ég var frá vinnu þarna í nokkra daga, svo fór ég bara í einhverja dagvinnu, skrifstofuvinnu og var í því fram í miðjan desember, þá átti ég bara frí og var í frí þangað bara núna og var í fyrsta flugið mitt þannig að þetta er bara fínt að vera komin aftur til Vírin. Það er fyrsta flugið og við fengum að vera með þér í því. Já. Það var gaman. Já. Hvernig fannst þér æfingin ganga? Heilt yfir gekk vel, það voru einhverju smá hnökrar hér og þar en það er alltaf og við lærum alltaf á öllum hnökrum en heilt yfir gekk æfingin mjög vel bara það slasaðist enginn. Leið við þökkum ykkur fyrir áhorfið er rétt að minna á aðra miðla okkar hjá Víkurfréttum. Við erum með Víkurfréttir sem kom út vikulega og er dreift inn á öll heimili á Suðurnesjum. Blaðið á sér langa sögu og hefur komið inn á öll heimili í nærri 40 ár. Í því er að finna fjölbreytt efni við tölvi Suðurnesja fólk bæði hér heima og úti í heimi. Mannlífið og íþróttirnar að ógleymdum margvíslegum pislum. Lokaorðin okkar eru til dæmis alltaf áhugaverð. Núna segir Margeir Vilhjálmsson til dæmis að Sandgerði og Garður sem nú heitir Suðurnesjabær eigi að sameinast Reykjanesbæ og nýtt nafn á slíku sveitafélagi eigi auðvitað að vera Keflavík. Einnig erum við öflug á vefnum, þar er vaff.is með alla fréttirnar frá Suðurnesjum og kylfingur.is með golffréttir alla daga ársins. Við erum á Facebook, YouTube og Twitter og þá má sjá þennan þátt og eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á vefsíðu Víkurfrétta og Hringbrautar. Við hvetjum ykkur til þess að standa með okkur vaktina og koma með ábendingar áhugavert efni í alla okkar miðla. Það má senda okkur ábendingar á netfangi Vaff hjá vaff.is. Við verðum aftur á sama stað í næstu viku með áhugaverðan þátt frá Suðurnesjum, þar sem við heimsækjum meðal annars auðlindagarðinn í Svartsengi. Þangað til þá, verið sæl.